Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þá ætlum við að ræða umhverfismál við ungt fólk, ungar konur sem hingað eru komnar. Þær eru Þorgerður María Þorbjarnardóttir, þú ert jú formaður Landverndar. Já. Svo erum við með Sigrúnu Perlu Gísladóttur. Þú ert sjálfbærnisarkitekt, ekki satt? Já, sjálfbærniarkitekt með áherslu á hafið og haffræði. Já, áhugavert, þannig ekki síst hafið sem við erum að velta vöngum yfir þessa dagana varðandi umhverfismálin. Heldur. Og svo Ragnheiður Karla Jónsdóttir, þú ert upplýsingafulltrúi Landverndar, ekki satt? Já, Ragnhildur. Afsakið, Ragnhildur Karla Jónsdóttir. Verið allar velkomnar. Takk fyrir. Mér langar að byrja á því að það nálgast jólin og árið er að verða liðið og maður heyrir oft hér innanlands í þjóðmálaumræðinni að bæði sé allt og lítið talað umhverfismál og ekki síst eftir stjórnarskiptin núna og það sé svona heldur að síga ógæfuhliðina. Mér langar til þess að biðja ykkur að láta hugan hvarfla aftur til ársbyrjunar þetta ár og segja mér hvort viðhorf ykkar til umhverfismála núna er á sama stað og í upphafi ársins eða hvort þið eru svartsýnni eða bjartsýnni. Við byrjum kannski förum bara sólarganginn, byrjum á þér. Ég er búin að vera það lengi held ég í umhverfismálum að viðhorf mitt til umhverfismála bara í heild sinni breytist ekki mikið á einu ári en ég finn alveg mun á því að í byrjun árs þá var alveg ný ríkisstjórn og maður svona vonaði ýmislegt og svona vildi þrýsta á ýmislegt og það hefur sumt af því hefur svona hafa komið fögur fyrirheit en kannski ekki mjög margt sem hefur farið til framkvæmda en vonandi er það bara í pípunum og verið að vanda sig mikið en ég allavega hef á þessu ári þá hefur maður svona fylgst með umræðinu umhverfismál og mér finnst vera svolítið mikið svona tvískinnungur hjá stjórnvöldum þau svona segja ýmislegt þegar þau tala við umhverfisverndarsamtök og svo segja þau bara eitthvað allt annað þegar þau fara á viðburði hjá Samál eða eitthvað svoleiðis og mér finnst vanta kannski svolítið samfelluna og ég hef verið að fylgjast náttúrulega með ýmsum málum það hafa komið upp kærur og dómsmál sem hafa verið unnin, lögum hefur verið breytt, það hefur svona ýmislegt sýnt sig í tíð þessari ríkisstjórnar að forgangsröðunin er fyrst og fremst á fjármagn og það eigi að græða pening hratt og við höfum verið að kannski benda á að ágóði núna hraður getur haft mikinn kostnað seinna meir. Þannig að það er algjörlega vakt sem að við munum halda áfram að standa en viðhorf mitt til málaflokksins sko þetta er eitthvað stef sem hefur í gangi bara mjög lengi og alveg frá því að ég kannski byrja að hugsa og beita mér að einhverju leyti í umhverfismálum sem var svona 2013 í einmitt ungum umhverfisinum að þetta er nákvæmlega sama stef það er viðhorf mitt til málaflokksins er nákvæmlega eins að það eru langtíma áhrif af skammtíma hugsun og við bendum á það í Landvernd og munum halda því áfram. En finnst þér horfa betur eða verr á heimsvísu? Það hafa orðið slæmar breytingar í alþjóðapólitíkinni en mér finnst, ég held sko við höfum verið að flytja inn rosa mikið bandarísk stjórnmál og ef við horfum til Bandaríkjanna núna að þá eru í sveitarstjórnarkosningunum voru mjög svona jákvæð teikn á lofti eins og í New York þar var svona
svona þóngu vinstri sinnaður maður kannski og bara mjög sterkar réttlætiskennd í mörgum málum sem að vann stórsigur og þannig að það er svona ýmis teikn á lofti svona sem þetta er mjög mikið andsvar við Trump. Já. Og ég held að þessi þróun að því við erum að flytja eins og mikið stjórnmálin frá Bandaríkjunum að þarna sjáum við kannski fyrstu merkin og ég held að þetta muni færa sig til okkur. Það er auðvelt að detta ofan í mikla svartsýni skrefjum og horfur á alþjóða stjórnmálin og stríðin og veðrabreytingar og allan fjandann. En fyrir þau sem kannski hafa verið lengi að hugsa út í loftslagsmálin þá höfum við séð fram á að þetta þessu er ekkert kippt í lag eittur og bingo. Þannig að þetta er svona kannski hugarástand að öll vinna, öll skrefi rétt áttir á hvern skaðamingun af því að við viljum auðvitað að það sé farið í mjög drastískar aðgerðir til þess að draga úr losun. En við höfum bara lært af reynslunni að það er bara erfitt að ná því fram og þannig að hugarástandið að vera eitthvað mjög svartsýnn ef eitthvað gengur ekki upp eittur og strax að þá ef að við værum alltaf í því hugarástandi þá myndum við nú held ég allar vera orðnar útbrunnar fyrir löngu sko. Þannig að ég tekst bara á við þetta ástand af stóískri ró og held bara áfram af því að það þýðir ekkert annað. En af því þú nefndir hann í borgarstjórninni í New York er vinstri sinnaður. Já. Dregurðu línu á milli umhverfismála og umbóta umhverfismálum og þess að fólk sé til vinstri? Við getum allavega séð að svona þeir svona flokkar sem hafa kannski beitt sér hvað mest gegn því og verið kannski mestu afneitunni hafa verið svona mjög langt hægra megin en svo er alveg hægri flokkar sem vilja gera vel. Ég er með það gott að nefndir þetta því ég vil ekki að það sé dregin einhver lína að bara meira vinstri sé betra fyrir umhverfið en ég held samt að það sé óhjákvæmilegt að skoða umhverfismálin og svona hvernig við deilum ágóða af auðlindanótkun að þar sé jöfnuður eitthvað stef sem við þurfum að halda á lofti vegna þess að ef að við drögum úr jöfnuði þá erum við að auka auðlindanótkun mjög mikið hjá ákveðnum hópum en erum kannski eftir með fólk sem að þarf bara hafa í sig og á sem að einhvern veginn er oft látið svolítið taka skellin með þær takmarkanir sem að því að þetta er takmarkar auðlindir, allar auðlindir jarðar eru takmarkar, þannig að það er svona ég held að það sé óhjákvæmilegt að skoða það að einhverju leyti en það eru þetta mjög margir hlutir sem er hægt að tækla með frjálsum markaður. Ég held að frjálsmarkaður raunverulega frjálsmarkaður, þá er ég ekki að tala um svona einokunar stór fyrirtækja einokun sem er svona svolítið það sem við erum að sjá í dag, heldur það sem bara svona eðlileg samkeppni fyrirtækja á milli og það sem settar eru ákveðnar línur í sjálfbærni bókhaldi sem að fyrirtækin þurfa að standast og þá held ég einmitt að frjálsmarkaður getur komið með mjög mikið að lausnunum. Þannig að þetta er alveg, ég held bara svona þetta típiska blanda hagkerfi sem það norræna kerfi sem við búum við. Sé bara ágætt en en þannig að það er alveg til hægri flokkar sem vilja gera vel í umhverfis- og loftslagsmálum en kannski því lengra til hægri sem þú ferð því líklega ertu til þess að vilja svolítið horfa á auðlindir jarðar sem ótakmarkandi þátt sem er ekki mögulegt. Nei. Á eftir ætla ég svo að fá þig til þess að tala um COP-ráðstefnuna sem að þú sóttir á dögunum. En
Hvað segir þú? Þú svona upphafið þessa árs og þú í dag, hvað er 16. desember, 9 dagar til jóla? Sko, þetta er búið að vera frekar viðburðaríkt ár hjá mér. Ég byrjaði störf mín hjá Landvernd núna í byrjun árs. Þannig að komandi frá ungum umhverfissinnum þar sem að mikið af flottu ungu fólki vinnur að því að gera sitt allra besta í því að vera hjá Landvernd sem er bara stærstu félagasamtök í umhverfisvernd á landinu núna allavega. Þetta hefur opnað augum mín svolítið vel fyrir náttúruvernd líka og hvernig hún tengist rosalega við umhverfismálin og ég hef eiginlega aldrei áður kafað jafn djúpt inn í pólitíkina og nú sem er bara virkilega áhugavert en getur líka alveg tekið á. Pólitíkin er náttúrulega eins og hún er en ég svona starfa mikið með svona samfélagið og samfélagshugsun. Það að vera á samfélagsmiðlum alla daga að reyna að koma út einhverju sem að mér þykir persónulega virkilega mikilvægt og vona auðvitað fleiri deili þeirri sín að þá getur alveg verið svolítið flókið að þreyta marfaða í þessum ólgusjó af upplýsingum alla daga. Það er náttúrulega áreiti allstaðar frá og það er fullt af fólki sem að neitar vissum hlutum sem að ég tel að sé bara algjör sannleikur og það getur alveg verið flókið og erfitt þannig að þetta eru blendnar tilfinningar sem að árið hefur gefið. Já, þetta er búið að svona lærdóms- og þroska ár fyrir þig vegna þinna nýju starfa og... Sannarlega. Er ekki líka meira í tísku núna að vera ung manneskja og hafa áhuga á stjórnmálum heldur en að kannski stundum hefur verið? Mér hefur fundist það þegar ég horfi í kringum mig. Það er alveg held ég mjög mismunandi. Það eru náttúrulega flott framtök frá mörgum félagsamtökum, sérstaklega eins og svona ungmennahreyfinga og svona sem hafa verið að reyna að kynna stjórnmál fyrir ungu fólki. En ég held að sé mjög mismunandi. Ég veit ekki hvort það sé aukning en það er algjörlega þau sem að þora að láta rödd sína heyrast. Já. Þau eru kannski líklegri til þess að kynna sér við smálefni. Já, en kannski ekki kúl í öllum kreðsum. Ég veit það, já. En ertu bjartsýnni eða svartsýnni að lokinni þessari skoðun sem að þú hefur átt eins og kom fram hérna áðan þá hafa til dæmis á alþjóðavísu það hafa ekkert verið að gerast neitt mjög góður hlutir áður við förum í bjartsýniskastið þarna í lokin og reynum að finna lausninnar á þessum þætti. Ertu svona í hreinskilni sagt svartsýnni eða bjartsýnni? Í hreinskilni þá er þetta auðvitað virkilega svona þetta getur verið bæði bjartsýni og svartsýni alla daga af því að þegar maður kafar dýpra inn í málefni þá sér maður hvað þetta er fjölbreytt, hvað þetta er mikið. Það eru á vissum pólum erum við kannski að gera betur ár frá ári en á öðrum erum við bara alls ekki að því. Þannig ef að við höldum áfram með svartsýni þá fáum við ekki fólk í lið með okkur til þess að kafa svona djúpt í þetta málefni. Þannig að ég er ennþá allavega að reyna að halda í mína bjartsýni og vonandi miðla því út til almennings svo að þau hafi áhuga á að kynna sér þessar gríðarlegu dýpt. Ég skil hvað þú segja, þetta er náttúrulega svolítið einstígi sko að vera einmitt ekki óneikvæður, ekki á svartsýni, það er lamandi og drepur bara allt í kringum hann. En á hinn bóginn þá megum við náttúrulega ekki vera eins og astnar og bara láta eins og alvara málsins sé ekki þarna, liggi ekki á borðinu. Þannig að þetta er svona, já, þetta er pínu... Þetta er flókið, þetta er línudans. Þetta er línudans. Perla, hvað segir þú? Já, mér finnst það svolítið góð spurning með árið. Ég var ekki búin að hugsa það þegar ég kom til þín, en búin að svona hausinn á mér fór á flug. Ég held að ég sé bjartsýnni á þessu ára liðinu. Ég hef séð hluti allavega sem ég hef verið að velta fyrir mér og veltast í og í þó nokkur ár núna sem mér finnst vera komin eitthvað skriður á og þá er ég að tala fyrst og fremst í mínu
tilviki eru það málefni hafsins og verndar hafsins. Þetta eitthvað sem að ég sjálf búin að vera með á heilanum svo sem síðan ég man eftir mér. Sérstaklega hafið? Já, og mitt fólki finnst það merkilegt þó við komum frá Íslandi. Við erum 8 sinnum meira haf en vatn haf en land og þegar ég segi fólki að ég vildi læra haffræði þá heldur allir að ég væri að segja hagfræði. Sko þannig að ég er svona búin að vera snúast í þessu svolítið lengi og þess vegna var 2025 eiginlega ótrúlega skemmtilegt ár með mörgu af að taka. Það kom ný ríkisstjórn sem virtist og virðist tilbúin að hlusta. Ég hef allavega upplifað sterkt samtal og þá er ég að tala innan þessa málefnasviðs. Nú vel ég líka svolítið meðvitað að einbeita mér að því af því að það er mikið að góðu fólki að berjast á mörgum öðrum frontum en mér hefur þótt hafið vanta rödd og munar hvern og eitt sem að stekkur á þann vagn. Þannig ég hef svona helgað með því sko þannig janúar þá kemur ný ríkisstjórn svo allt í einu kemur David Attenborough með þessa sleggju í myndina sína Hafið með David Attenborough og það var haldin hátíðasýning á Íslandi sem var vel sótt. Ég kom með hingað í kjölfar hennar og talaði. Forsetinn okkar hélt óundirbúna ótrúlega góða og hvetjandi ræðu þar. Þar sem ég fannst hún með gaman að heyri henni líka tala hún hefur verið að vinna í sjálfbærnimálum áður en hún fór í forsetastöðuna og mér fannst svolítið gaman að fá að heyra hana. Það var svona fyrst skipti sem ég heyrði hana, eða það kannski er það eitthvað óheppilegt að segja, en svo fyrsta skiptið samt sem ég fannst hún virkilega tala frá maganum og hjartanu og eitthvað sem að henni er kært og það var svolítið kannski bara heppilegt að það væri óundibúið. Þetta komst á flug alveg með hér og RÚV og fleiri stöðum. Mér fannst ráðherrar hlusta, mér fannst ráðherra umhverfismála. Hann skilur og veit að málefni hafsins eru líka undir hans hatti. Hingað til hefur ríkt ákveðin afneitun í því ráðuneyti og ráðamenn hreinlega haldið fram að það sé ekki undir þeirra hatti heldur ráðherra sem fara með málefni sjávarútvegs. Þetta er ekki alveg svona klippt og skorið. Hafið eðlumálsins samkvæmt, það er út allt, það leggur alls staðar á milli, það er langum að segja svo til öllum ráðuneytum en hlutverk umhverfisráðherra er að sinna vernd hafsins og sjávarútvegsráðherra að sjálfsögðu nýtingu og þar undir vernd. Þannig þessi tveir verða að tala saman. Þannig að mér finnst það stórt framfaraskref að umhverfisráðherra, hann hefur viðurkennt þetta og skilur það. Hann virðist vera tilbúin í samtal, hann er að viða sér mikið af upplýsingum, veit ég, til þess síðan að fara í þessa vinnu. Mér hefur kannski helst skort þá að upplifa sama samtal frá matvælaráðherra en hún hefur auðvitað mikið að hennar tíma og orku hefur farið að leiðrétta veiðigjöldin og ég svona sýni því skilning og mikla virðingu. Það kom nú þó svolítið eins og reiðarslag núna í árslok þessi mér fannst svona ég veit ekki hvort ég hafi mistað einhverjum skilabóðum þarna á milli en ég skildi það sem svo að þessi nýja ríkisstjórn ætla að bíða alfarið með allar leyfisveitingar eða hreinlega hreyfingar innan sjókvíaldisiðnaðarins þar til að lagaumgjörðin væri komin í lag. Hún er ekki komin í lag en einhvern veginn kom matvælaráðherra svolítið eins og 3 ár heiðskýru lofti þarna með tilkynningum að vilja burðarþolsmeta Mjóafjörð sem, það var eitthvað sem var ég hélt hreinlega að þau ætluðu að bíða með þetta og vanda til verka. Nú burðarþolsmat að sjálfsögðu ekki leyfisveiting en það er alltaf fyrsta skrefið. Þannig að það var svona það sem sló mig sem miður jákvæða fréttir en eins og ég segi umhverfisráðherra hann sagði það nú bara hreint út á umhverfisþingi sínu núna í haust að hann ætlar að standa við 30% markmið samningsins líffræðilega fjölbreytni að vera búin að vernda að minnstakosti 30% á hafi og landi fyrir árið 2030. Mér skilst hann vilji bara ná þessu innan síns tíma í ráðuneyti, þannig ég held að hann sé búin að færa markið niður í 28 sem er auðvitað alveg frábært en það segir markmið að þetta sé að minnstakosti 30% fyrir 2030, það má endilega fara lengra. Við erum ennþá í 0,07%
lögum samkvæmt og þá ég að tala friðlýsingar á hafi. 0,07% ansi langt frá 30%, en það heilmikið af svæðum sem við erum búin að vernda með öðrum leiðum og þetta snýst hreinlega að koma því á blað og kalla það sem það þannig að nú vil ég alls ekki tala fyrir svo kallum paper parks eða því að við séum að vernda eitthvað án innistæðu, en þetta staðan svolítið sérstök þegar kemur að sjónum að við erum að vernda og við erum að gera vel á mörgum sviðum, við erum bara ekki að kalla það sem við ættum að vera að gera. Og þetta held ég vegna bara skors á samtalsmiðli ráðuneyta í gegnum tíðina. Ég vona að þetta verði leiðrétt núna. Hins vegar þessi svæði sem við erum að vernda þau ná hvergin eru 30%. Það alveg ljóst að við þurfum að bæta við nýjum svæðum og ég hlakka til, ég allavega vel að trúa ráðherra þegar hann segir að hann ætla að gera þetta og varandi kannski bjartsýni til að summera aðeins upp. Það sem allavega dregur mig áfram í þessu öllu saman og fær mig til að gefast ekki upp held ég akkurat það eins og Ragnhildur kom inn á, þetta svo fjölbreytt. Við þurfum hreinlega öll að vera með. Nú hef ég líka farið á þessar koppráðstefnur, fór fyrir hönd ungra umhverfisina og fekk þetta svolítið á heilan í kjölfar þess af því það rosalega líkamlega upplifun á því að skilja alvarleikan í þessu öllu saman, en líka hvað við þurfum marga og margt til frá öllum vinklum samfélagsins. Þannig að nú segir að það sé í tísku að vera ungur stjórnmálamaður. Mér finnst gaman að heyra það, því það var mikið talað fyrir ári að það væri dottið úr tísku að vera umhverfisinni og heldum við mitt viðburð til að reyna að gera það cool aftur, það var markmið okkar, ég veit ekki hvernig það tókst til. Kannski tókst það svona rosa vel, en ég finnst ég finna þennan áhuga. Já, en ég vinn helst innan skapandi greina. Núna hef ég fengið með þetta kynnast pólitíkin í kringum þetta, en ég einhvern veginn fer alltaf tilbaka aftur í skapandi störfin og hef mikla trú á því að hver einasti litli steinn sem við náum að velta hann skiptir máli og ég held að stjórnmálafólk þau þurfa líka bara að sjá og upplifa listaverk sem hreyfa við þeim. Sjálf teiknaði ég tillögu að þessum verndarsvæðum í hafi, það var lokaverkefni mitt í arkitektúr í Listaháskóla Íslands. Þar sé ég beitti mjög skapandi aðferðum en á sama tíma vísindalegum og þetta einhvern veginn, við erum með nóg af skýrslum og af fjögublöðum held ég, við vitum allt sem við þurfum að vita, við þurfum að fara að framkvæma og til að framkvæma hluti þá ef við ætlum að halda gott partí þá þurfum við fólk í öllum stöðum til að hrinda því í framkvæmd. Frakkar segja núna, við þurfum ekki fleiri verkfræðinga, þeir eru fínir, en við þurfum listamenn, við þurfum rithöfunda, við þurfum listamenn sem segja okkur að virkja ímyndunaraflið og þjálfa ímyndunaraflið vegna þess að án ímyndunaraflsins til dæmis förum við ekki að trúa því að við getum leyst umhverfiskrísuna. Við þurfum að ímynda okkur stað hinum megin við einhvern langan tíma og við þurfum að komast þangað og til þess þurfum við líka ímyndunaraflið bara varandi það sem þú vilt segja. Ég held svakalega saman. Ef ég má bara skjóta þess inn með líka bjartsýnina að ef það svona tvær hliðar á penningnum og það annars vegar að horfa á bara hvað árangri hefur verið náð og það hefur verið náð bara ótrúlega miklum árangri og bara á hvað stað umhverfismálin eru í umræðinni. Þeir náttúrulega voru mjög framalega fyrir kannski 5-6 árum, hafa farið aðeins tilbaka en það hefur líka margt gerst og það eru stríð og það ýmislegt sem að fólk svona setur framar. Ég held að því að umhverfiskrísa, hún ekki fara neitt þrátt fyrir að aðri hlutir gerist, að hún mun koma aftur og vera framalega og bara, þú veist, alls konar sjálfbærniskýrslu sem fyrirtæki eru farin að þurfa að setja fram og gera opinber og losunarbókhald og alls konar og við höfum náð mjög miklum árangri í umhverfismálum, í loftslagsmálum en svo ef þú berða sama við vísindaskýrslur bæði IPCC og IPBES IPBES sem er líffræðilega fjölbreytni að þá erum við samt svolítið langt frá því að vera svona þar sem við þyrftum að vera. Þannig að það er bjartsýni hvað höfum náð langt en auðvitað, þú veist, getur maður orðið mjög svartsýnn að skoða gatið milli hvar við erum og hvar við þyrftum að vera. Þannig að og leiðin til þess að ég held ekki að það sé nein leið að afneita því
en hægt að vera bjartsýnn með sko hvað árangur við höfum náð og já og bara þetta allavega, það hvetur mig til að halda áfram og ég mun halda áfram en þetta er svona og ég held að við þurfum að tala bæði ef við tölum bæði á sama tíma að þá einhvern veginn náum við bæði að segja frá alvarleika málsins en líka frá því hvað við höfum náð langt og hvernig við getum haldið áfram. Við skulum reyna það, þessar mínútur sem við höfum hér. Það væri náttúrulega frábært ef að jákvæð þróun væri alltaf bara 100% upp og við og það væri ekkert bakslag en þannig kannski ekki raunveruleikinn og það svolítið súrt ef að leið og við förum aðeins að lækka þá gefist allir upp af því að þá sé allt svo svart og við erum bara leiðinni niður. En já, ég trúi því að framundan sé bara ennþá betri skref í jákvæða átt. Já, ég held líka ef ég má grípa það sem þú varst að segja Þorgerður að það líka kannski í eðli umhverfis samtaka auðvitað að vera ít okkur áfram og að vera gagnrýna sko og það náttúrulega ekkert í okkar starfi að eðlilega vera einhver PR-stofa fyrir stjórnvöld og það sem þau gera vel en þetta svo fín lína því að við þurfum að vera jákvæð, benda það sem vel gert til að missa ekki fólk frá okkur en ég held að sé bara svolítið líkill að allir finni sinn staðið sem þetta við þurfum ekki öll að breytast og verða einhver annar að verða sérfræðingar í einhverju ótrúlega spesifísku við getum öll lagt okkar á mörkum og þá sérstaklega með því sem við erum góði og finnst gaman mér finnst þetta með vonina og listamenn ég átti alveg stað þar sem ég fór í mitt burnout og var alveg að bugast og vildi ekkert vera að vinna við sjálfbærni arkitektúr bara langaði að fara að gera einhverja skemmtilega vinna þess að ég þurfti ekki að pæli vandamálum heimsins á hverjum degi en ég vann mig út í því það var ein bók eftir þú nefndi vonina eftir Rebekku Solnit meira segja bara kafli en ég held bókin heitir Paradise Built on Hell og væri kafli disaster utopia eða hamfara útópíur hún hafði ótrúlega mikil áhrif á mig og bara þessi einu litli kafli hvernig fallegir hlutir og sterkir og nýir geta komið út úr hamförum og hún hefur setið með mér oft sérstaklega þegar maður kannski alveg að bugast eða heyrir að ráðherra ætla burðarþolsmeta nýja fjörð eða hvað það að stundum hugsa ég þá kannski þurftum við þetta til að vakna og svo hún síðan sæi að heyrðu það alls ekki það sem neitt vill nema fjármagn fára þannig og svo líka mér finnst gott bara leita í fyrirmyndir ég sjálf ég skal alveg viðurkenna að fyrirmyndir eins og bara Andri Snær og Björk Guðmundsdóttir hafa verið ótrúlega sterkar hjá mér og bæði verið boðberar þessara ofurtrúar líka á mannfólk og að halda áfram og hafa gaman að hlutunum þannig ég þó ég hafi verið innan það hafi verið mín áhersla innan ungra umhverfi núna ægis sem sjóður Bjarkar gegn sjókvíaldi Ertu starfsmaður hjá Björk? Já, það var annað skemmtilegt sem gerðist á árinu þess vegna er ég ægilega glöð Nei, en ég fæ að vinna við það mitt að koma samtökum sem nú þegar eru að vinna í þessum málum að koma þeim saman og hvetja þau áfram Ægis ekki samtök út af fyrir sig eitthvað þetta er sjóður sem að Björk stofnaði þegar hún gaf út lag með Rósalíu sem var oral ég held að sé nú komin 2 eða 3 ár síðan og það sem sagt gáfu allan ágóðan af þessu lagi sem var þá góður og heldur áfram að vaksa núna eftir sem fólk hlustar á lagið og ekki síst eftir að þær voru nú að gefa út annað lag núna bara í nóvember sem að búið að vera alveg á medlistum allan heim og baráttan gegn sjókvíaeldi, hún nýtur góðs af því að þá fara allir að hlusta líka á oral eða hlusta á Berghain þannig að það er bara, þannig að hún er búin að vera, ég held að sé 5 kærur, 5 mál sem að sjóðurinn er búin að styrkja í ár gagvart gegn sjókvíaeldi í rauninni en hún er líka búin að átta sig á því að leiðin gegn sjókvíaeldi er líka bara að vera með og fylgjandi vernd hafsins og það er kannski því við deilum allavega þessu kannski held í bjartsýnis hugafari að það er auðveldur að drífa sig áfram í því að hvernig fólk er góður að verka heldur en að banna hluti þannig að auðvitað eins mikið og ég myndi vilja banna sjókvíaeldi í opnum kvíum eða bara í sjókvíum ég vildi
helst banna það bara á morgun eða helst í gær en ef að, þú veist, ef að það tekst ekki þá er kannski spurning, getum við þá friðað firðina fyrst og þegar það er búið að friða þá og einhvern veginn gera meira af ykkur sem er gott þegar við erum búin að friða þá kannski segja það sér sjálft að það kemur ekkert sjókvíaldi Þú varst ekki einum að furða þig á þessu með Mjóafjörð. Já, einmitt. Og ég var hérna með líffræðing. Þetta vakti sterk viðbrögð. Já, ég var með líffræðing á dögunum Jóhannes Skúlason sem fannst þetta mjög á skjön. Hann rifjaði upp að 70% kost þeirra sem kusu Viðreisn vilja einmitt ekki þetta. Já, einmitt. Og hann nefndi Björk og mikilvægi Bjarkar í þessari baráttu. Og það sem hefur gerst síðan er að ný samgönguáætlun og þarna fjarðagöng í stað fjarðaheiðarganga virðast styrkja ásetning stjórnvalda að það verði laxeldi í Mjóafirðinum. Þarna að koma tengingar. Þannig að það svolítið sem að kemur mjög mörgu fólki á óvart. En við kannski festumst nú ekki sko, ef við ætlum að taka efnislega umræðu. Ég var að taka austfjarðapólitík. Já, nei, en svo hugur minn er hjá Seyðfirðingum. Ég hef varið þó nokkrum tíma þar sjálf og hef verið að, ég var með gjörning 2020 held ég, sem var, við kallum fiskeldi í firðinum. Það komin 5 ár síðan. Sem var ekki ómælt. Nei, og það var nú samt bara til að sko taka undir með fólkinu í firðinum sem voru búin að tjá það. Þeir vildi ekki fiskaldi í fjörðin sinn og hér erum við einhvern veginn 5 árum seinna. Sumir upplifa sumir bæjarbúar fyrir gjöðugri framifyrir en sumir bæjarbúar hafa bara sagt okkur þar þeir upplifa það sem að þeir séu að sæta refsingu fyrir andstöðu við laxeldi í Seyðisfirði og að það kunna hafa haft áhrif á fjarðaheiðargöngin sem ekki verða á svo framvegis. Já, ég ætla ekki að dæma það hvort þetta sé einhvers konar refsing og ég einhvern veginn langar ekki að trúa því að stjórnmálinn virki svoleiðis en þú veist, þetta er mjög furðulegt en það er líka furðulegt að við séum held ég 7 árum seinna ennþá að tala eldi í þennan tiltekna fjörð og hvað þá ef að sko lausnin á að vera að færa það í næsta fjörð. En það er einmitt svona óttinn líka við það og þess vegna oft sagt svona, við erum ekki að fara að leyfa sjókvíaldi í Mjóafirði, við viljum bara athuga að gera burðarþolsmat en það er svo oft þegar lestin fann á stað og þá segja allar stofnanir bara þor ekkert að þú veist, ég vil þótt að sé bara eins og ég segis fyrir, ekkert pláss fyrir þetta þá sé búið að benda á bara fjölmargar sko undanþágur sem búið að þurfa að veita fyrir sem sagt byggja inn hann ljóskýra vita inn að akkeri fari inn á faræs helgunarsvæði akkin í rauninu fara út fyrir sko skipulagssvæði að sko skipulagssvæðið eldissvæði í leyfisveitingaferlinu fyrir út fyrir skipulagssvæði alls konar svona bara endalausar undanþágur sem að stofnanir hafa þurft að veita í staðan fyrir að segja bara nei, þetta bara fer út þetta fyrir stemmer ekki, bara, já, við getum ekkert leyft þetta það bara leiðoknin lestinu farin á stað þá er bara og það er það sem við erum að kljósta við í sko það sem ég fengi að kynnast í Ægis núna í þetta árið þar sem ég við erum að safna saman þeim félagasamtökum sem er að vinna gegn sjókvíaldi og með vernd hafsins bæði eða bara landa allt við erum með félagin fyrir austan og norðan og svoleiðis með okkur þar það er okkur mjög mikilvægt að við séum ekki bara sérfræðingar að sunnan í þessu en þetta er ótrúlegt þegar lestin er farin af stað sko, þá er eins og ekkert fáin að stöðvað eins og okkar svona góðu sko, svona reglur sem eiga standa að verðum umhverfi skipti ekki máli því að einhvern veginn eins og þessar sko leyfisveitingar fari bara skrifstofu milli hjá MAST og hjá HMS og þetta sé bara einhverjum svona stimpilskrifstofur sem bara, þú veist, þannig á það náttúrulega ekki að vera og okkur svona talin trúum að sé ekki en þess vegna er búið að vera svona erfitt að fylgjast með þessu máli að því maður fær þá tilfinninguna að það sé bara mjög mikill ótti og ég að stjórnmálmenn ég vil tala þessi hræddir við eitthvað svona lögbundnar
væntingar framkvæmdaaðila eins og bara með að sækja leyfi eða fá inn í skipulag að það megi þá náttúrulega ekkert komið leyfi að þá sé bara væntingarnar orðnar þannig ef að það fær neitun leyfi þrátt fyrir að það sé byggt á einhverjum góðum rökum að þá séu ríki mögulega eitthvað skaðabótaskylt Já, það er í fleiri málum. Af því mér langi að gera fiskjaldi þá er rétt og síðan þetta útspila að einmitt, já, ok, við kannski hlífum Seyðisfirði en þið fáum Mjóafjörð í stað, eða þú veist, já. Og það er mjög mikill ótti með að svona verði... Eldið er ekkert betra þar, sko. Það er mjög mikill ótti með líka að svona sé þetta bara eins og þetta geti orðið inn í vindmylu uppbyggingu að það verði eitthvað sama upp á teiningnum. Hann eru mjög mikið af einkafyrirtækjum sem er búin að kannski tala við landeigendur. Það er byrjað að fara í rannsóknir. Rannsóknirnar eru kannski með dýrar og þá er einhvern veginn, maður óttast að það komið þessi sama pressa. Sporin ræða. Já, og þess vegna höfum við kallað eftir því að það verði ákveðið meira regluverk og meiri skýrileiki utanum svo við förum ekki bara af stað og við erum að tala líka hagræðingu og að draga úr kostnaði að þá held ég sé mjög mikill kostnaður fólgin í því að okkar stofnanir sé að fara og mannafli þar innan sé að fara yfir fullt af umsóknum um uppbyggingu sem aldrei verður. En mér finnst líka bara kannski til ef við ætlum já, bara með Seyðisfjörður er líka orðin eitthvað svona þú veist, hann er eiginlega orðin svona svolítið sýnidæmi einmitt, þú veist, við eigum ágætt lög ef þau bara virkuðu eins og þeim er ætlað að gera í rauninni, en einmitt þessi lest hún heldur bara áfram og Seyðisfjörður er eiginlega svo ótrúlegt dæmi og hann er svo ótrúlega mikilvægur og getur sett svo mikið fordæmi í sko hvora áttina heldur sem er að þú veist, einmitt, þetta byrjaði fyrir mörgum árum og á því líka að sko meira hluti bæjarbúa lýsir sig andvíg áformunum og síðan er það einhvern veginn bara í kjölfar þess að það kemur bara nýtt lag af flækjustíi eða árekstri þar sem það bara stangast á við einmitt eins og Þorgerður var að nefna ótalmörg atriði, hvort það er sæstrengur, skipulag, ljóskeiri, þetta er eiginlega orðin brandari og þú veist, svo er alltaf inn í öllum lagabálkunum snjóflóðavarnir þú veist, einhvern veginn einhver lína að megi veita undanþágu en þú veist, er engin lína hvað megi veita margar undanþágur eða þú veist, ef þú þarft undanþágu frá hverju einasta hlut, þú veist, segir það þá ekki sjálft að þetta ákast ekki að vera þú veist, þú ert með lókalinn, þú ert með einhvern veginn ógrynna félagasamtökum sem öll er að styðja lókalinn þú veist, ef það kemur sjókvéld í Seyðisfjörð veist, það er svo mikið verið að sko taka jarðýtuna yfir vilja myndi ég segja þjóðarinnar, þú veist, það er komið í ljós að það, fólk vill þetta ekki, þetta er liðin tíð. Auk þess að náttúran á sér engan talsmann. Hún á sér engan talsmann og við erum hér einhvern veginn að reyna að ljá henni rödd okkar, en þú veist, þetta er líka, þetta er úreltur iðnaður, þetta er dæmi sem gengur ekki upp, við erum búin að margræna það. Fólkið í Seyðisfirði sem eru svona fremst í broddi fylkingar að berjast gegn þessu, það er meira svo fólk sko sem að reyndu sjálf sjókvéld á sínum tíma þarna og komst bara að því hvað það væri glatað og ómögulegt og færi illa með dýrin, færi illa með náttúruna og þess vegna ættum við ekki að vera að þessu. Ég veit að einhverjir ykkar hafa ekki ótakmarkaðan tíma hérna við borðið, þannig að þótt þetta sé mjög áhugaverð og spennandi umræða þá og líka þetta sko að því að þú er svo mikið áhuga á hafinu við getum náttúrulega gert heilan þátt um það hverju eða hvort það breytir einhverju þessar nýjustu spár með Golfstrauminn að hann geti hikstað veltir hringrásin en ég veit ekki hvort okkur finnst tími til þess svona, ég veist að kannanir myndu sýna að það sem að þið kannski vitið það betur en ég að það sem að fólk hefur kannski mestar áhyggjur af eru loftslagsmálin og til dæmis bara í dag er ný frétt það að Evrópusambandið ætla sannlega að hætta við bann á sölu nýrra jarðefnis eldsneytisbíla sko, spóð hafi verið að tæki gildi eftir nokkur ár og bruni jarðefna eldsneytis jú einn vandinn og ef við kannski förum þá með þér út á COP-ráðstefnuna þú komst heim fyrir hvað 2-3 vikum eitthvað svoleiðis. Já.
að sko þar náttúrulega náðist engin alvöru ályktun í gegn og margir tala bakslag, eiginlega flestir fjölmiðlar heimsins, þeir slóu upp einhvers konar bakslagi. Þannig að ég svona þess að veltaði fyrir mér að hverju við erum svona bjartsýn. Það eru sko mjög mörg lönd sem að bara annarkvort, eða þú veist náttúrulega Bandaríki bara mættu ekki og sendu engan. Indland og Kína mættu á leiðtogafund þarna á undan og voru svo ekki með neina svona stjórnmálamenn á svæðinu á COP sjálfu. Gáfu ekki jafn mikinn skíti í þetta eins og Trump. Ég held að sé alveg mikilvægt að halda því til haga. Það sem svona gerðist var, ég fór á COP og þetta var COP sem annað loftslagskopp sem ég fór á. Ég fór í fyrra og svo fór ég í ár. Og í fyrra og bara á þeim koppum sem ég fylgst með að þá hefur kannski samningstextin sem er í mótun verið meira upp á borðum. En það er kannski svona, sko við erum löngu búin að semja Parísarsáttmálann og ég held að sem ég mikilvægt að halda því til haga. Það er alltaf verið að vonast eftir einhvern nýjum texta sem tekur mjög hart á ýmsu og sko það held ég aðalega því okkur gengur ekki vel að standa við markminn, þannig að það er alltaf verið að leita því að samþykkja texta sem segir við ætlum að fasa út jarðefnaeldsneyti eða eitthvað þannig og til þess að taka bara harðar í árina en það sem að ég vil svona benda á er að það skiptir kannski ekki öllu máli nákvæmlega hvað er samþykkt þarna ef að síðan fari heim og ekkert gert þannig eins og Evrópusambandið og Ísland hafa beitt sér mjög mikið fyrir því að fasa út jarðefnaeldsneyti og það sé samþykkt í texta. Síðan sjáum við, það hefur líka verið aðgerðaáætlun á Íslandi að banna innflutning á bensín- og díselbílum. Fyrrum umhverfisráðherra Guðlaugur Þór sagði aðspurður í fréttum þessa aðgerð að hann ætlaði ekki að standa við hana og mér skilst að það standi ekki til núna heldur ég að nota vörugjöld og að næsta en frekar hann að banna og Evrópusambandið er að falla frá þessu sko það sem að ég held að vanti fyrir til þess að einkageirinn geti tekið fullan þátt í ferðalaginu er fyrirsjáanleiki að það sé bara sagt hér verða ekki jarðefnaeldsneytisbílar hjálpið okkur að finna út úr því hvernig við ætlum að færa okkur alveg yfir í staðin fyrir að það sé einhvern veginn hægt að toga endalaust í spott og segja nei, við erum hægt við af hverju ætti þú sem fjárfestir að fjárfesta í einhverju sem er dýrara en jarðefnaeldsneyti eða kannski bara því jarðefnaeldsneyti er svo mikið niðurgreitt ef að þú getur ekki treyst á það að sú fjárfesting muni skila sér vegna þess að hitt verði úr myndinni. Það er það verður að vera fyrirsjáanleiki og það hefur skort gríðarlega en það sem að gerðist á COP var það að mörg lönd sem voru einhvern veginn komin og og reynlega því að Sádi-Arabía stoppaði náttúrulega það sem er samþykkt á COP er lægsti samnefnarinn að þau ætla að fara lengra það verður sérstök ráðstefna í Kólumbíu útfösun jarðefnaeldsneytis það voru lönd sem tóku sér saman líka í yfirlýsingu gegn skógareyðingu hann það svona gerist ýmislegt en það sem að þetta var á þessu COP í stemmingin var þannig við vissum einhvern veginn ekkert hvað var verið að ræða eitthvað loka texta Forsetinn kom með svona næstu því tillögu að loka texta strax í byrjun svo forseti Brasilíu sagði að þetta er ekki tillögu að loka texta en svona fólk var talað það væri samt hljómaði svolítið eins og til að loka texta. En varstu viðstutt að kviknaði næstu í okkar Jóhanni Páli? Nei, ég var neyri eftir út í bæ og viðburði samfélagslega kostnað af ólöglegrin gullnámuvinnslu þannig að ég var bara Sumir litu það sem tákrennan viðburði sko. Ætlaði hann ekki að fara að tala veltir hringrásuna? Já. Hann talaði mikið að við þurftum að hlusta á vísindin og við þurfum bara að halda honum við efni þar, held ég og það er ekkert hægt að hlusta á bara vísindin í kringum amok þú verður að hlusta á vísindi á
sem sagt við ákvarðanatöku. Ég nota Golfströmmin bara til einföldunar fyrir allan almenning því að hinn hugtökin eru heyrðu, svona en aðeins. mér finnst þetta samt svo gaman að koma inn á það því að fólk er að segja amok en það er til þetta stórfína íslenska orð og ráðherra notar það sjálfur velti hringrás. Já, en það er nú samt ekki alveg sko, Nei, en þetta er ekki straumur sko, velti hringrás Atlantshafsins og þetta er svo sjónrænt orð. Ég skal persónulega reyna að tilhengja Já, mér en ég af því held það skilur sko hvað líka það er. Af því að fólk veit það Ég held við við lærðum vitum öll hvað Golfstraumurinn er. Golfstrauminn í Já. grunnskóla og hérna. Og það er efni annan þátt sko, orðalag í umhverfismálum og bjóða fólki með. Ég hef reyndar þar. gert þætti bara um það fyrirbæri en mér hefur láðst að kalla þig til, nú er ég búin að kennast þér og þú kemur í fleiri þætti. En það er hérna, já, þetta var til að, sem sagt, þetta var hérna ástæða til bjartsýni að sjá lönd tækja sér svona saman. En það sem að fer svona pínlítið í taugarnar á mér er hvað fjölmiðlar sko geta sko safnast og bara innblint á hvort að við segjum skuli eða ætli eða eitthvað í ykkur samningstextum við þurfum að innblýna á hvað við gerum þegar við komum heim og eins og staðan er í dag þá finnst mér bara stjórnvöld ekki vera að gera mjög mikið mér finnst vera mjög fögur fyrirheit umhverfisráðherra talar mjög fallega umhverfið og loftslagsmálin en orkumálaráðherra mætir annað og talar bara allt öðru sittir eins og tvær mismunandi manneskjur en það er samt saman manneskjan. Þannig að þar hef ég áhyggjur af af umhverfismálunum og ég veit að það stend til að setja vörugjöld á og núna í fjárlögum að setja vörugjöld á bensín- og dísilbíla. En hvað fleira, skilur við? Er það bara nóg? Ég held ekki. Segðu mér eitt sko, svona þegar fólk stingur saman nefjum eða í formlegri dagskrá, er einhver umræða refsingar, hvata, skatta, þú veist, hvort við að beita meiri þrýstingi eða að vera að nota hvatakerfin til þess að breyta veröldinni, er einhver umræð þetta á ráðstefnu eins og COP því að þetta er náttúrulega hápólitískt mál þannig að ég vann hjá Umhverfisstofnun í mörg ár og við vorum alltaf mjög mikið að pæla í þessu sko. Ég held að allar rannsóknir sýni að hvatar verða að hafa einhverja lata með sér til að það verði tilfærsla annars þá En með sama hætti og þú vilt skýrari mörk og tímaramma, þá spyr maður sig sko, getur við endalaust bara verið með eitthvað hvatakerfi eða verður að beita refsisvipunni? Já, ég meina það er náttúrulega komið inn í kerfi að bara varðandi losun að polluters pay, við munum þurfa að borga ef við göngum ekki í ákveðnar aðgerðir og sá peningur hann á að nýtast er það ekki í sín réttlát umskipti er það ekki svona hugmyndafræðin á COP sko mjög niðursöðin og einfældur það þarf enginn að borga ef hann er ekki markmiðum sínum til samvinnu þjóðana Nei það sem umræðan er kannski aðalega til Evrópusambandsins Þau hafa náttúrulega verið, Evrópusandi hafa náttúrulega verið leiðandi í umbótum. Getum við ekki öll verið saman að það? Í umhverfismálum? Jú, og það hefur verið sérstaklega að tala um það okkar svona systur samtök í ríkjum, eins og í Svíþjóð, þar sem að stjórnmálin hafa vilja bara helst taka niður alla umhverfislöggjöf og þá hefur það verið Evrópulöggjöf sem að náttúruverndarsamtök hafa getað stutt sig við og nota síðan svona kæruleiðir. Og mér finnst það vanta algjörlega í Íslandi að sko náttúruverndarsamtök hafa engan aðgang á dómstólum. Já, það er annað risastórt mál sem við rökumst ítrekkað á í IS. Mér er mjög hugleikið sem ég var eitthvað tíman á svona í pallborði með Stefáni Gíslasyni og verið að tala um hvaða lög þurfum við að setja til þess að ná betri árangri og hann sagði, lögin er bara fín en það er bara menningin í kringum þau er einhvern veginn að það þarf ekki að fara eftir og þegar ekki að fara eftir þeim þá er mjög erfitt að einhvern tímann þá var framræst votlendi í leyfisleysi, margir komnir í máli, þetta var fyrir mínum tíð í landvernd en ég veit svo sem ekki meira máli en bara það sem hann sagði mér en landvernd var komin inn í málið, fleiri náttúruverndarsamtök ætlaði að fara í mál fengu ekki viðurkennda lögvarða hagsmuni einu fólki með lögvarða hagsmuni í rauninni
var landeigandinn sjálfur sem var væntanlega í framkvæmdunum. Þannig að allavega sem að svona í fljótu bragði var hægt að sjá. Þannig að enginn kærði. Það eru nýlegri dæmi náttúrulega líka bara í Þjórsármálum og öllu sko. En þetta náttúrulega líka bara breytir í bága við samninga samt eins og Árósasamningin, þú veist, almenningur og hvað þú félagasamtök eiga rétt á aðgengi að dómstólum. Og þetta væri eitthvað sem að myndi gagnast sko ekki bara umhverfissamtökum, bara félagasamtökum almennt og það svolítið skrítið einhvern veginn að þurfa að vera einhvern veginn að pota í einhverja landeigendur eða þú veist, þegar við erum nú þegar með hópa fólki sem að tilhengar kannski lífsitt einhverju baráttu eða hreinlega með mjög mikla sérfræðisrekkingu að þurfa alltaf að fá sko landeiganda eða þú veist og eins og sjókvíaldi sko sjókvíaldi bara í lögsögun okkar. Þú veist, sjókvíaldi í Seyðisfirði, það kemur okkur öllum við. Það ekki hægt að segja sko alltaf að þú veist, þetta utan netalaga. Seyðisfirður nær að netalögum en svo spurning hvort þetta reyndar sé utan raunverulega. En það svolítið skrítið að hugsa út í það sko eins og fólk sem býr kannski bara alveg við sjóin og svo kom sjókvíaldi beint fyrir utan hjá þeim og jafnvel fólk í rekstri í ferðaþjónustu. Við erum með slíkt mál í gangi hjá IS á Sandeyri. En ég man eftir þegar við fórum í mál gegn strandsvæða skipulaginu að þá sagði þau og hér skipulagum fiskeldi, við sjáum fram á að það muni koma mjög niður okkar rekstri í svona náttúru túrisma og þá var ekki hægt að sýna fram á lögvarða hagsmuni vegna þess að þau gátu ekki sýnt fram á þau hefðu orðið nú þegar fyrir tapi vegna skipulagsins. Þannig að það svona... Já, þið megi kæra þegar að eldið komið og þið all farin á hausinn. Það einhvern veginn... Og þá kannski fáðu bætur, ég held að þetta fólk hafa engan áhuga á hreins upp í firðinum. Þau vilja bara ekki fá þetta. Já. Heyrði, en við ætlum að enda á jákvæðum nótum. Við ætlum að, það svolítið, það ykkar núna að enda á jákvæðum nótum með kjósið það. Ég ætla að byrja á þér af því að þú hefur nú sennilega fengið minnst af orðunum. Ragnhildur Katla Jónsdóttir. Já. Ég ætla að byrja á því að spyrja þig hvaða leiðir þú sérð vænlegastar til þess að ná árangri. Hvaða aðferðum er best að beita? Það eru náttúrulega margar aðferðir og það eru margar aðferðir sem við komið inn á. Við tölum votlendið, við tölum vernd harfsins, líffræðilega fjölbreytni, loftslagsmálin, þau eru svo fjölbreytt. Ég vinn mikið í samfélagsmálum og það hvernig samfélagið og eins og þú sagðir áðan með hvað við þurfum listamennina, við þurfum rithöfundana, við þurfum bjartsýnu börnin og raunsæja fullorðna fólki. Við þurfum allt fólki til þess að vera með í baráttunni og eins og það er ótrúlega mikið að fallegum fyrirmyndum sem að við höfum nú þegar og ég held að það muni bara bætast í hópinn. En ef að við erum ekki tilbúin að gera neitt sem samfélag, bara einstaklingar, að ég meina ef að ég er ekki tilbúin að gera minimum, eru þá stjórnvöld að fara að skattleggja Sóðana, já, eru stjórnvöld að fara að forgangsraða grænni ræktun hérna á Íslandi? Ef að svona einstaklingarnir, þó þetta sé náttúrulega ekki á ábyrgð einstaklingsins, þú veist, allt sem við höfum gert sem skadar loftslagið, að þá erum við hérna sem samfélag og bara það að taka þessar samræður, bara það að hlusta á fræðingana, bara að afla sér upplýsinga, að það eru skref í rétta átt og ég held að það er eitthvað sem við getum öll gert. Það kom út bók á dögunum sem að gefa skít í vísindi, hún fékk reyndar 0 stjörnur.
Já, og þá var bara samfélagið En það svara því. ein bók og ég meina það er til mjög margar bækur í gagnstæða. Ein bók, ég deildi bókadómnum á minni Facebook síðu, ég fekk á mig bara 50 tröll sem öll eru sammála höfundi. Þau eru alls miklu fleiri en fyrir einu ári. Með sama hættu útlendingaumræðin er á allt öðrum staðin fyrir einu ári. Ef ég hefði verið með í púlíunni áðan með Bjartsýni og Svartsýni í loka eða upp á þessa árs, þá er ég Svartsýni. Já, það er mjög hávært og ég meina eins og ég vinn við það á hverjum degi að deila hlutum frá Landvernd og það er hellingur á tröllum sem að... Já, veit hvernig ekki tröllin, þá er það tröllakóri sem er flott orð. Já, og þú veist, jú, þau eru þarna en þau hafa alltaf verið þarna og ég ætla allavega ekki að bugast af því að það er hávær tröllakór sem að syngur mjög hátt að það þýðir ekkert endilega að þau séu fjölmennasti kórinn. En þú þyrftir að ná að hakka algoritman þannig að kanntu það, gætirðu kennt mér? Nei, ég kann hann ekki sjálfur en það er ótrúlegt stundum þegar dettur í huga, fyrir ekki aðeins klára mér dettur í huga þetta með bergmálshellana að við erum alltaf svo hissa á því hvernig hinnir eru af því að við erum hætt að sjá annað efni en það sem okkar líkar að sjá og til dæmis það sem þú ert að gera á samfélagsmiðlunum það náttúrulega það er sannlega mesta þýðingu að það fari út fyrir þann hóp sem og það er vonin á hverjum degi en algoritmin er alltaf að vera flóknara því að það er svo mikið þarna það eru eins og við höfum talað að þá er fólk líka svo mikið í því að koma sér á framfæri eða þessum búðum verslunum það er þú veist lítilega stór þá erum við öll að reyna að segja eitthvað en ég trúi því að við sem erum að reyna einmitt að vera rödd náttúrunnar sem er allt í kringum okkur og er framtíð okkar að ég vona innilega að það bætist bara í kórinn og við verðum að lokum mun hávarari og það gerist ekki með eitthvað svona bjartsýni, svona blindri bjartsýni, alls ekki. En með þeim orðum að við getum gert eitthvað. Og ég meina þeir viðburðir sem að ég verið að reyna að halda utan undanfarið, þá höfum við verið að deila orðum rithöfunda. Við höfum verið að koma fólki saman, reyna að gera eitthvað jákvætt. Það er núna viðburður á nýjársdag sem að við hjá Landvernd ætlum að halda með því sem eru sjálfboðalega samtök og pæli í því, það er fólk sem er komið til landsins sem vil bara hjálpa og það er, þú veist, það er eitthvað svo fallegt. Það er í alvörinu fólk út í heimi, fólk á Íslandi sem að vill gera eitthvað gott og það er framtíðin. En við erum að fara að halda sem sagt nýjárs plokkviðburð og ætlum að reyna að hvetja bara alla Íslendinga til að fara út 2:00 og plokka upp flugveldaruslið af því að sem Íslendinga þá förum við stundum aðeins svo langt. Alls það er Reykjavík að einhverju takmörkunum bletti? Já, við erum vonandi bara út um allt land og þá líka að því að þetta er hvatning að það að taka til í bakarinu sínum er ekki eins og það sé ekki neitt. Það er sannarlega eitthvað af því að við erum öll saman. Þetta voru uppgrip fyrir mig sem krakki. Ég ólst nú upp við hálfgerða fátækt í Mjóasettinni. Það var ekki skotið upp mörgum flugveldum en að ná í prikinn, það var nú heldur betur smíða efni fyrir ævintýri sér. Það var algjört gós. En það er ansi langt síðan. Heyrðu, en gaman að heyra þetta frá þér. Ég svona hálfstalaðir orðinu, þú ætlaðir að koma eitthvað inn í þetta? Já, ég ætlaði eitthvað að grípa fram í fyrir þér með tröllakórinn, sko. En hann er bara fínt segja inn í hvað við getum gert, sko, fámennur, hávær, minnst fyndi samt þetta með algoritman, hann er náttúrulega alltaf að breytast þessi á samfélagsmiðlunum en ég man samt að ég var í ungum umhverfisinum og ef við vorum með auglýsingarn viðburð ef við settum pening á það ef við talaðum að sponsa hluti þá virtist það alltaf lenda í fangina á kórnum. Það var þá sem tröllin mættu. Það var ótrúlega skrítið. Sko, það var ekki fara þá í fullt af hláturköllum. Kannski var það bara stuðningur sem við skildum ekki. En ég held kannski, þú veist, við þurfum líka bara, þetta er náttúrulega einhvern veginn risastórt og hangir allt saman og þú veist, við setjum hér og hlæjum með eitthvað tröllakór, sko. Ég vil alveg hlæja því að ég held kannski að hluta þeim séu, eða þú veist, sko, já, ég held að við skulum ekki alveg vera blind fyrir því að það er líka bara
stórveldið þarna úti sem að hreinlega fjármagna allskyns botta og vélmenni og gerfi aðganga sem vilja að okkur finnist eitthvað eða vilja að við höldum að umræðan sé að fyrir þessa átt og annað slíkt. Og algoritminn alltaf hjálpar. Algoritmi sýnir þeim þá bara meira af því og gerir það ennþá vissar í sinni trú. En raunverulegu tröllin, þau vilja helst bara taka utanum og faðma, sko. Ég held að þau vanti kannski bara að koma í smá plokkverð eða fá smá auka hlýju í hjarta. Eða blanda þeim saman ykkur í þáttum eins og þessum. Já, mér þetta ótrúlega fínt um þetta. Við erum náttúrulega allar á sama máli hér, sko, en ég væri alveg til að fá að tala bara augliti til auglits við eitthvað sem að skrifa reiða athugasemd það að ég vilji vernda hafið. Mér finnst aðeins svo mikil átakafælni í gangi. Aðeins og ég er alltaf að reyna að fá fólk í debatt í rökræðu með andstæðar skoðanir. Það var miklu auðveldara fyrir 30 árum. Það var auðveldara fyrir 20 árum. Það var aðeins auðveldara fyrir 10 árum. Það var ekki verið erfiðara finnst mér þegar ég horfi öll ára mín aftur heldur. Ómikið debatt kannski í gangi bara í samfélaginu og fólk kannski. Mér finnst líka til í skotgrafir meira. Mér finnst mitt pólitíki núna vera þegar ég var dálítið yngri þá fannst mér mjög heillandi að fara inn í pólitík og núna þá finnst mér bara ekki neitt heillandi eins og mér finnst þetta að fara að vera svo mikið bara skítkast á einstaklingana bara, það orðið bara risastór frétt það hvort og hvað Inga Sæland sagði í einhverju símtali við einhvern skólastjóra sem var bundin rosalega miklum trúnaði og síðan var hann ekki bundin trúnaði þetta er svona alveg óháð þessu máli þú veist það bara einhvern veginn mér finnst þessi orka inn í stjórnmálunum bara eitthvað svona vera miklu sterkari og þetta er svo fráhrindandi í staðin fyrir að hittast og ræða málefni þá er þetta að fara að snúast upp í svo mikið bara þú ert hálfviti og mér finnst það mjög erfitt en mér finnst ef ég vil að segja frá einni bók sem ég las á árinu sem heitir Doppelganger eftir Naomi Klein og hún er um Naomi Klein sem er svona höfundur hún skrifar svona antikapitalískar bækur og og fer hún sem skrifaði New Orleans mjög gagnrýnum hætti flóðin Sjokkdoktorinn hún hefur skrifað ýmislegt No Logo, hún hefur skrifað loftslagsmál mikið og hún sem sagt það er kona sem heitir Naomi Wolf sem skrifaði bækur feminisma sem síðan allt í einu fór bara algjörlega yfir á vagnin bara að vera á móti bólusetningum, þú veist, svona samsæriskenninga, bara vagn og og maður er svona fljótur að vilja bara eitthvað, nei, þú veist, ég vil ekki sjá þetta fólk, það bara er þetta er bara samsæriskenningar og bara, en hún eiginlega var meira svona forvitin, fólk var alltaf að rugla saman og hún fór að vera forvitin það sem kallar spegla veröldina, það sem að því að mér finnst sannleikur í dag ekkert vera bara sannleikur er eitthvað sem við samþykjum eitthvað bestu mögulegu vísindi og allt í einu bara ólíkt hvað fólk samþykir sem sannleika og allt í einu bara komin tveir heimar sem bara sannleikurinn er bara skiptir kannski ekki máli að koma svo tveir sannleikar af því að hinn eini sannleikur við munum alltaf vera að leita af honum en Þetta byrjaði með postmodernismunum relativismin en þetta er allavega hún tala að að við þurfum að vera forvitin það hvernig þetta gerist og hvað fólk er að hugsa af því að ef við lokum bara á náttúrulega það sem við stundum fyrir hér við þrjár allavega er að við hlustum á bestu fáanlegu vísindi eins og í kringum IPCC og í kringum IPBES og svo komur svona bækur eins og frá Frost og Loga sem að það er bara eitthvað allt annar sannleikur undirliggjandi og já, það er bara flókið að reyna að koma sér saman ef við erum ekki sammála hverja staðreyndirnar eru, hvernig ætlum við að vera sammála nokkuð. Þannig að það er alltaf varasamt þegar hefst einhvers konar skeið þar sem grafið er kerfisbundið undan vísindunum. Það er bara, hafa verið mörg þannig skeið í sögunni, það endar aldrei vel. En með því að kalla fólk fávita eða heimskingja, ég held ekki að
Ég held að það bara stakki bilið, en þetta líka fín lína þú vilt heldur ekki sko taka undir einhverja samsæðiskenningar að bólusetningar orsaki einhverfu og eitthvað til þess að reyna að ná upp samtali en það tengist líka vantrausti á alls konar hluti sumpart á góðri ástæðu það eru hlutar af opinberu kerfi sem hafa brugðist við varum að ræða stofnanir áðan og eftirlit og leyfisveitingar og svona og hún mjög hávær rödd tröllana á mínum Facebook-þræði að allir sem tali mikilvægi umhverfismála og loftslagsmála þeir séu að dæla peningum inn í sjálfa sig og eigin sjóði og þeir hafi vinnu að því að tala eins og þeir hafa svona og þetta tengist einhverju svona allsherjar vantrausti á það að við getum ekki verið annað en bara gráðu og hugsaðum okkar eigin hagsmuni og sumpart, ég meina ástæða þess að Trump kemst til valda en náttúrulega það hefur eitthvað bilað í bandarísku samfélagi áður en hann kemst til valda og maður vill ekki að þetta gerist hér. Ég segi bara, já, má ég grípa aðeins, bara, mér langar bara að segja Guðs lofa, einhver hafi sko vinnu af því að ræða umhverfismál. Þú veist, jörðin okkar hún lasin, hún ekki bara með kvef, hún forveik og ég vil glöð að mínir skattpenningar fari í heilbrigðiskerfi og lækna og þá sem bjarga okkar heilsu en þetta líka heilsufarsmál jarðarinnar, þetta svolítið stórum skala meðan mikilvægt það sem þú komst inn á ábyrgðin, hún ekki einstaklingsins og það aldrei líka þar sem við getum fengið einstaklinga sem upplifa kannski einhverja reiði eða eitthvað svoleiðis en þú veist, aftur þetta, við getum öll lagt eitthvað að mörkum, við þurfum öll að leggja eitthvað að mörkum en þú veist, að fólk velja þá það sem hendi þeim þú veist, við erum ólík og það gott, við viljum það þú veist, ég tala fyrir líffræðilegri fjölbreytni í náttúrunni og ég gera það líka á meðal mannfólks svo held ég bara, til að aftur yfir í bjartsýnina, að þú veist, við þurfum að halda fram líka bara að gleðja hvort annað gleðjast yfir náttúrunni og undrunum sem í henni Þetta svona mím að segja bara snerta sem á gras, bara ég held að við hefum öll gott að við fara út og bara, þú veist, heyri í lóu og og bara gera það saman. Þið getið komið á sýningu sem ég með í Arctic Space, þar getið þið séð til dæmis kóralla Íslands þetta einhver hluta vegna þetta ekki alkunna á Íslandi að það allt morandi í kóröllum í kringum landið Hafró hefur unnið ótrúlega vinnu og í rauninni með sjómönnum þeir voru fyrstir til að finna kóralla þeir hreinlega komið í netin hjá þeim en það búið að finna 78 tegundir í kringum Ísland einhvern veginn heldur við að þetta sé bara í Ástralíu og langt í burtu en þetta bara rétt úti hjá okkur sko og þeir eru litrikir og ótrúlegir og þeir eru meira segla flottari enn í Ástralíu lýs í myrkri. Þannig að ég hvet ykkur til dæmis til að koma á listasýningu og við bara skoða bókaflóðið. Þú veist, það ein bók frá loftslagsafneitara en það eru sko miklu fleiri. Í hináttina. Já. Heyrðu, jörðin lasin en við erum bjartsýn. Það ekki bara einhvern veginn niðurstaðan. Við viljum halda allavega samræðanum á lofti og þó að fjölmiðlar getur verið eins mismunandi og þeir eru að þá reynum við alltaf að tala fyrir náttúrunar. Og takk fyrir að gefa því plás. Já, takk sömuleiðis fyrir að koma og ég óska ykkur gleðilegra jóla. Sömuleiðis, takk. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, Ragnhildur Katla og Sigrún Perla. Takk. Við höldum áfram hér eftir andartak, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli ekki fara langt. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is